Ég komin með ykkur hérna á verkstæði hjá henni Kristínu Ósk. Já, mér ekki ótt að kalla þið Krósk, allavega heiti búðin Krósk og vörumerkið er Krósk. Hún var að opna hérna alveg risastóra verslun með einstökum flíkum og mér langar svo að heyra hvernig maður fer að því að hanna og sauma og lita og hvað það er sem hún gerir ekki, þessi elska. Við ætlum að taka hana á tali. Kristín, þú ert að reka þessa frábæru verslun, fataverslun. Segðu mér aðeins frá kannski þér til að byrja með. Hvernig vill það til, þú ert væntanlega kjólameistari eitthvað, segðu mér það. Kjólaklæðskeri og búin að vera að skapa bara síðan að ég var barn í rauninni, nærði svolítið á því. Fannstu strax bara eitthvað svona áhuga fyrir því á flíkum eða að bara skapa almennt? Já, í rauninni bara skapa almennt. Ég vissi ekki almennilega hvað ég ætlaði að gera, en ég var rosa mikið að mála og svona sem krakki. Þaðan kemur nafnið Krósk. Það var svo langt að skrifa Kristín Ósk, en ég stytti á málverkin. Hvenær opnar svo þessa búð? Hér. Hér opnaði ég rétt fyrir jólin, 2020. Búin að vera áður minn litla vinnustofu og verslun á Smiðjuvöllum og var líka að selja á Laugaveginum í Reykjavík. Sko, ég er að reyna að ímynda mér eins og heyrir kannski, þá hef ég ekki mikla innsýn í svona, þú veist, saum og slíkt, sko. Eitt er, þú þarft væntanlega að byrja á að hanna flík og hvernig gerur það? Ég veit það ekki, kannski bara langar mér í eitthvað og svo þróa maður það og svo gerir maður eina flík og þá veit ég hvernig ég vil gera næstu flík. Þú sérðu eitthvað fyrir þér, teiknar fyrst upp eða ertu svona þegar þú ferð á mannamót, þegar það var í boði, ertu þá að horfa á kannski flíkur hjá einhverjum öðrum eða kemur þetta svona til þín eða? Kannski sé ég eitthvað og þá dettur mér eitthvað annað, ég er svolítið í því og svo gerjast þetta í hausnum og svo breytir maður þessu í einhverja mánuði og þangað til maður býr til snið og einhverja snið af flík. Mér finnst þetta eitthvað svo mikið þrekvirki og svona hugsandi að þú þarft að hanna flíkurnar og láta þér þá ganga upp, þú veist, einhvern veginn að geta, og þú ert ekki bara með eina flík, þú ert bara með rosa mikið af alls konar, þú veist, kápum og húum og kjólum og buxum og pilsum og ég veit ekki hvað. Annað er bara að reka verslun líka og ég á svo samskipti líka við vefverslun, eða semst að halda út í vefverslun og eitthvað svona. Þú ert bara ein í þessu. Ég er aðalega ein í þessu, en ég með dóttir mín er farin að vinna svolítið mikið hjá mér með skólan og hún er ótrúlega að segja í þessu, það munar hellingum hana. Mér langar að koma inn á kjólinn sem þú ert í, af því að hann er svo, í fyrsta lagi geggjaður, öðru lagi þú ert að lita sjálf efni. Já, ég sauma kjólina flest alla fyrst og svo handliti ég hvern og einn, þannig að þó þeir séu svona svipaðir, þá er engin nákvæmlega eins. Í hönnun að þá er eitt, þú veist, útlit og þú þarft örugglega að hugsa út í alveg fullt af hlutum. Já, mann náttúrulega verður að líða vel í flíkinni og hún sé klæðileg og já, mikið atriði að mér finnst hún falleg, þá finnst mér gaman að búa hana til og ég bara teki eftir því, það virkar best. Ef mér finnst skemmtilegt að gera fallega flík og þá ekki verið að gera eitthvað sem að ég held að öðrum finnist fallegt. Það virkar ekki. Vá hvað þú hlýtur að vera með góðan smekk. Þakka fyrir. Mér finnst líka skemmtilegt kynningarefni frá ykkur, því að það eru myndir hérna á Akranesi og mótil á Akranesi, eða ekki? Jú, dóttir mín er önnur þeirra og svo önnur góð vinkona okkar, glæsilega stelpur. Svo er bróðir minn sem tekur myndirnar, þannig að þetta er alltaf voðalega hentugt. Eins og er oft í svona einyrkja og fjölskyldufyrirtækjum að þá eru allir dregnir að borðinu. Já, og það er bara hæfileika fólk í kringum mig, þannig að nota það. Heppin að hafa dóttir sem getur bæði setið fyrir og sauma. Já, það er mjög gott og afgreitt og allir pakki. Flytur inn efnið sjálf? Sko, prjónaefnin, þá teiknaði ég sjálf mynstrin og leit prjóna fyrir mig í Íslandi. En hin efnin flyt ég inn. Og hvernig fer það fram? Ferð inn á einhverja síður og ertu að skoða munstur og efni og gerð og eitthvað? Ég er með eina heildverslun sem ég versla mikið við og það bara að virka með lituninu minni. Komið til dæmis ótrúlega fallegir svona blómakjólar, svona vafningar sem hafa verið mjög vinsælir, sá ég. Og ég sá líka að þeir bara, það kom eitt kjóll fór, eitthvað. Það hlýtur að vera erfitt ofta að átta sig á því hvað virkar og hvað virkar ekki, það virkar bara allt. Nei, það virkar ekki allt. Nei, ég átti ekki vona eins og til dæmis blómakjól, það var bara sprengja. Það fengu færri en vildu, en þetta er svona happdrætti og tímasetning og þetta er alltaf að vinna vel saman. Það skilst þú værir bara öll kvöld og fram á nætur að reyna að sinna blómakjólunum. Já,
koma með öllum í póst fyrir helgi, það var bara unnið fram á nótt. Svo annað, afgangsefni, að það hefur verið að nota í hárskraut og annað. Þú reynir að nýta allt svona hráefni vel. Já, eins og prjónaefnin, þá eru húfur, vettlingar og treflar og svo þetta gangi upp að ekkert fari til spillis og getur maður haldið verðinu niður á peysunni að maður sé ekki að henda helmingnum. Nú alltaf verslun að þróast og svona og ég veit að þú ert með vefverslun. Skynjar miklar breytingar á þessum markaði? Já, vefverslun hefur aukist alveg rosalega. Fólk er farið að læra að versla á netinu sem hjálpa mér og Já, þannig að það orðið bara sprenging þar? Já, í rauninni, alveg. Þetta orðið megnið sem að fer fram þar. Þú til dæmis nýbúin að opna þessa búð. Hvernig hafa viðtökurnar verið? Já, bara rosalega góðar og Skagamenn hefur tekið mig mjög vel og svo hefur fólk í kring og Reykjavík og alls staðar verið mjög duglegt að gera sér dagsferð. Það hefur verið fólk, sérstaklega í svona COVID, það var fólk að breyta til og kíkja hingað og kannski á Langasandina eitthvað í leiðinni.